Einar, við erum komnir hérna út í Fagurey á Breiðafirði. Þetta nú ekki fjölfarinn staður, en hérna mikið náttúrufegurð og ævintýraleg kyrrð. Þessi staður, hann í mikilvægu hlutverki í nýjustu bókinni þinni, sem þriðja bindið í trílógíunni sem þú hefur verið að skrifa þennan tíma sem þú svo hugfangin af, Sturlungaöldina. Já. Sturlungaöldin eða 13. öldin held ég einhver einkennilegasta og merkilegasta öld sem nokkur þjóð hefur lifað. Og hvað okkur Íslendinga snertir þá, annars vegar náttúrulega þá logaði hér allt í innanlandsófriði og deilum, hreinlega borgarastyrjöld. Á sama tíma eru skrifuð stórkostleg bókmenntaleg listaverk. Og sumpart af sama fólkinu, merkilegt nokk. Frægustu höfundar 13. aldarinnar voru af ætt Sturlunga sem ófriðurinn jafnframt kenndur við. Þannig að þegar ég var búinn að skrifa 2 bækur Sturlungaöldina, svo fyrsta svona stríðið og kannski svona, það svona hetjudáður sem má sjá í því stríði. Önnur svona harmleikinn og svona grind borgarastríðsins, ofsi. Það hugsaði með mér, í fyrsta lagi þá þarf ég að skrifa eina enn sem að nær að vera einhvers konar uppgjör við öldina og jafnframt verði ég náttúrulega að hafa skáldskapinn í fókus því að það þessi hinn þráður í þessari einkennilegu öld sem að sjálfsögðu vekur áhuga. Og þá var ekki hægt að hugsa sér betri aðalpersónu heldur en skáldið Sturlu Þórðarson sem lifði alla þessa öld. Hann fæddist 1214 og dó nokkurn veginn upp á dag þegar hann var 70, 1284. Hann náði aldrei öldinni. Hann ólst upp í Reykholti hjá Snorra. Hann með þegar ófriðurinn byrjar, fyrst í þessari frægu Apavatnsför sem kemur öllum látunum á stað. Hann það sama ár í Örlygsstaðabardaga, þar sem að Sturlungarnir bíða herfilegan ósigur og allt virðist í rúst. Hann blandast inn í vígið á Snorra Sturlusyni, það sé eftirmála þess þegar Órækjafjör og Hefnir, það mjög dramatísk líka svona persónuleg upplifun fyrir hann. Þegar Þórður Kakali kemur, sem ég segi frá í Óvinafagnaði og segi náttúrulega frá í þessum gömlu bókum, þegar hann kemur til landsins til að rétta hlut síns fólks gegn ofureflinu, þá fyrsti maður sem hann fer að tala við, það Sturla Þórðarson, vestur í Dölum. Það hann sem í rauninni annar af aðilunum að þessari sætt sem reynt að koma í gegn og kenndu Flugumýri. Dóttir hans þá að giftast dóttir Gissurar, sem svo segir frá í Ofsá og endaði með mikilli skelfingu. Hann viðriðin allt þegar Hákon konungur síðan að ná hérna völdum. Hann ekki bara upplifir þetta allt saman, hann skrifar þetta allt saman. Hann skrifar þessu stórbrotnu bók sína sem við þekkjum sem Sturlungu. En það leynir sér ekki að þú ert mjög hrifinn af Sturlu. Já, ég get ekki verið annað. Vegna þess að hann náttúrulega einn af mestu ritsnillingu sem hafa verið á Íslandi. Já. Og bara bækurnar sem eru alveg hreinar línur hann skrifaði, eins og þessi stóra Íslendingasaga, það sem svona mestur mikilvægasti hlutin af Sturlungu. Hann skrifaði líka eina gerða landnámabók, Sturlugerðina, sem dálítið merkilega vegna þess að það búið að blanda inn í sögum af landnámsmönnunum, þar sem sumstar voru bara áður bara þurrar upptalningar. Hann skrifaði kristnisöguna kristnitökuna á Íslandi. Það hann sem lætur sinn forföður Snorra goða segja þessa frægu setningu: hverju reiddu skoðin, þá var hraunið brann og svo framvegis, og bjargar kristni í landinu. Þegar hann orðinn, þegar loksins fara að hægjast og hann orðinn roskinn, þá hann út á sína mannkosti og sinn lærdóm, þá hann orðinn mjög hátt settur í landinu. Hann að vísu orðinn konunglegur ævisagnarritari norsku konungsættarinnar. Og hann lögmaður yfir Íslandi sem mesta tignarheitið, og 1278 kemur hann úr utanlandsferð sem ég lýsi í bókinni og ætlar, held ég alveg örugglega, að ljúka sínu ævistarfi sem höfundur. Þá byrjar einu sem oftar seigdrepandi leiðileg deila í landinu. Hinn svokölluðu staðamál sem ekki rifrildum hver ætti að eiga kirkjujarðirnar og þar með mætti hirða skattar sem féllu til hennar. Og það stendur upp á hann sem bjó þá á Staðarhóli hérna inn í Saurbæ í Dölum
að blanda sér í málið og skipta sér af. En í ævisögum eins og Árna biskups er svona þurrlega getið það að hann hef ekki nennt að skipta sér að þessu. Í staðinn fyrir að standa í þessum deilum í landi, þá flýtur hann hingað út í Fagurey. Þar erum við komnir í þessa ey, hérna í Breiðafirðinum. Hérna í Fagurey er Sturla Þórðarson síðustu æviár sín. Já, síðustu 6 árin. Og hérna deyr hann. Já. Það er mjög skemmtileg lýsing í bókinni á því þegar gamall óvinnur hans kemur hérna. Ætlar hann sækja að honum. Já, sko, hérna, áður en hann flytur hingað þegar hann býr ennþá á Staðarhóli. Þetta er þegar að Þórður Kakali er kominn. Og hann byrjar að herja á Kolbein unga sem var valdamesti maður landsins og mjög harðleikinn og ófyrirleitinn maður að þegar að Þórður er fann að valda verulegum vandræði með árósum hérna vestan, norður í land að þá sendir hann einu sinni herleiðangur eða kemur með herleiðangur hingað Kolbein ungi og er búinn að segja það að hann ætla að drepa Sturlu Þórðarson þá bjó á Staðarhóli og Sturla sem átti þessa eyju hann ákvað að fara hingað út sjálf með sína fjölskyldu og sína helstu menn vegna þess að hann alltaf óttaðist þessa árás frá þessu voldugu höfðingja en Kolbeinn var svo heiftúður að hann elti hann hérna út á stóru skipi og mun hafa komið hér á sundið hér á milli eyjanna en líklega ekki geta tekið land af því að skipið eru stórt hann hefði þurft að fara að senda einn og einn mann á báti og þeir eru náttúrulega bara drepnir í fjörunni svoleiðis að þetta var bara rifrildi milli þeirra þeir stóðu hér og hvorugur sparaði hinum illt orðtak eins og sagt er og ég er alveg viss um það fyrir utan náttúrulega þá skelfingu sem því fylgir að vera með heilan her á eftir sér þegar hann flúin hingað með sína fjölskyldu að þá hefur hann örugglega sko orðið mjög reiður og sár yfir þessu vegna þess að Kolbeinn sakaði hann í rauninni að vera að styðja Þórð Kakala þvert ofan í sko griða samninga þeirra í milli en Sturla hafði í rauninni ekki gert það hann var næstu fann að vera til skammar í því hvað hann studdi þennan frænda sinn lítið og þetta er örugglega setið mjög þungt í honum þessi morðárás sem maður náttúrulega að gera á hann síðan ímyndaði ég mér allavega held ég að það sé mikla vísbendingar til þess að hérna hafa hann setið 1280 og skrifað Njálssögu. Á þessum stað? Á þessum stað. Og þegar að því kemur hann lýsir mestu skíthælum og illmennum þeirra sögu, þeim feðgum lygamerði Valgarsinu og Valgarði gráa og eftir að hafa lýst hérna ófögrum orðum þeirra karakters, þá getur hann aðeins þeirra ættir en ekki bara fer ekki bara aftur í þeirra ættir eins og algengast heldur bætir hann við frá Valgarði kominn Kolbeinn ungi og þá hefði hann örugglega getað hugsað eins og Skallagrímur yrkir í Egilssögu nú er hersins hend við hilmi end Þannig að allt í einu dettur þessi skagfiskihöfðingi inn í Njálssögu óforvarandis mjög sérkennilega frá honum er kominn Kolbeinn ungi sem allir vissu hver var og hérna að því að hún er rituð á þessum tíma. En þú fullir sem sagt að Njálssaga hafi verið skrifuð hérna í Fagurey af Sturlu Þórðarsyni. Já, það er mín kenning. Það eru mjög margar hliðstæður, svona atvik, atburðir, setningar, mannlýsingar og svo framvegis sem er eins í þeim hluta Sturlungu, Íslendingasögu sem Sturla skrifaði og í Njálssögu. Síðan eftir að ég hafði lesið úttektir manna á þessu og átta mig á því hvað þetta er miklu meira þetta heldur en ég hafði ímyndað mér þá rennur eitt upp fyrir mér sem ég held ég veit ekki til þess að menn hafði tekið eftir áður það er það að bygging þessara tveggja bóka er nákvæmlega eins báðar skiptast í 3 bókarhluta. Þú getur lýst Njálu, þessum 3 hlutum, og það er líka lýsing á Íslendingasögu. Síðan sko er allt morandi í smáatvikum sem er eins. Við getum bara tekið miðpartinn, sem er náttúrulega dramatískasti partur beggja bóka, það er að segja hann snýst þessa brennu og aðdragandar henni. Í báðum sögum er komin upp hættuleg staða,
Það er reynt að leysa mál í friði án blóðsúthellinga. Það virðist ætla að takast. En þá kemur kona og ragmanar lykilmann í deilunum til þess að ganga á sættinni. Hann fer síðan með herflokk, umkringir bæ, eins og við vitum. Ætlar þar að drepa 4 menn sem eru tilgreindir. Einn þeirra sleppur. Síðan er síðasti hlutin hefnd hans. Og það er endalaus smá atvik, allar tölur og svo framvegis. Fyrir utan það að atvik sem verða í eldsvoðanum, hver er þar í sínu hlutverki, húsfreyjan á bænum segir það sama, tengdadóttirinn á bænum og síðan synir húsráðanda. Þeir farast inn í eldinum, einn fyrir utan með sverði hendi út á hlaði. Og mín niðurstaða er svo að hann hafi ákveðið að velta fyrir sér eða sem að gera upp við atburði úr sínum samtíma, allt þetta sem hann hafði upplifað og sumpart mjög svona sárreynsla hans, hann setur þetta í samhengi. Umgjörðin bókina Skáld er þessi ferð Sturlu til Færeyja og það sem hann reyndar skrifa færeyingasögu. Já. En þú ert líka með það sama þú varst með í fyrri bókuna, það eru dálítið margar raddir sem að segja söguna. Já, fyrir bækurnar þær í rauninni gerast á tiltölulega svona stuttum tíma, hverfast með megin atburð og þar held ég því að skipta sögumannsrödd reglulega. Það er alltaf ykkur sem segir frá í fyrstu persónu, frá mismunandi sjónarmiðum, eftir hvernig hann upplifir það. Í þessari er náttúrulega annars vegar, þessi sögurammi sem er ferðans, hann leggur á stað til Færeyja 1276 og í rauninni bara þangað hann kemur hingað út í eyjuna og lifir síðustu árin. En jafnframt er náttúrulega undir bæði hans ævi öll og þessi stóru atburður aldarinnar. Svoleiðis að ég skipti, það er ýmist þetta fyrstu persónu frásögn, einhverja radda, eða þá svona bara venjulega þriðju persónu frásagnir. En Sturla er ekkert með í fyrir tveimur bókunum. Hann tekur aldrei til máls þar. Af ýmsum ástæðum þá ákvað ég að láta alla aðra en hann segja söguna. Meðal annars kannski þá að hann er nú búinn að segja mikið af þessu sögum. En mér minnir að síðan í 10 kaflar í þessari bók. Og þá er þetta þá er ekki beinlínis að hann sé að segja frá. Þetta eru hugrenningar hans og upplifanir og jafnvel svona sálarástand. Þetta er ekki eins og í sjónvarpsmyndinni þessa atburði þar sem að Þórarinn Eldjárn lék Sturlu Þórðarson og var svona álengdar alltaf mjög íbygginn. Svipinn eins og hann myndi nú skrifa þetta allt einhvern tímann seinna. Nei, ég man nú ekki eftir þessu en Þórarinn hefur örugglega verið mjög góður í þessu. En þetta er bara svo langt síðan, hann hefur örugglega verið alltaf ungur. Já, hann var sannlega ungur, en það er líka ábyrgandi hvað þú hefur pælt mikið í þessum persónum, svona sett þig inn í hugarheim þeirra. Já, þetta var kannski sumuleyti það erfiða. Þetta eru svo, þeir atburðir sem þessi menn lifa á sinni ævi, ekki bara Sturla, heldur líka náttúrulega Gissur, með öllu því sem kemur fyrir hann, og Hrafn Oddsson, sem var sumuleyti alveg óskiljanlegur maður, miðað við hans lífshlaup. Ég varð að reyna að lifa mig mjög sterkt inn í það og hugsa mjög lengi og mikið um það hvernig náungar geta þetta hafa verið. Og mér kannski að sumuleyti fannst svona, gekk best með Sturlu, kannski í og með vegna þess að hann er náttúrulega fyrst og næst höfundur, hann er rithöfundur. Og ég hef verið alltaf svona upptekinn af því hvað þeir menn hugsa og gera, lesa allar ævisögur höfunda og svo framvegis. Og ég þurfti bara út frá því sem hann lifði og það sem hann skrifaði að þá svona fannst mér ég komast á spori með það hvernig náungi hann var. Hann verður mjög viðkunnulegur í raun og veru.
Já, á sinn hátt, en hann er gallagripur en hann er viðkunnalegur. Já, mér náttúrulega, ég er mikil aðdáandans, það kannski skín í gegn. En þeir stíga svona mjög skýrt fram þessar persónur eins og til dæmis Gissur Þorvaldsson sem að endar uppi sem einhvers konar eintrjánungur búinn að vinna völdin en kannski hefur ekki alveg listaðum lengur og svo er til dæmis Hrafn Oddsson sem er þarna sem að einhvern veginn alltaf tekst að skipta um lið og er nánast nánast komísk persóna fyrir vikið. Já, en hérna er samt, þetta eru þessi menn sem að einhvern veginn alltaf fljóta ofan á, það er sama hvernig allt veltist og snýst og það hlýtur náttúrulega verið í því sko rosaleg bjarsýni, rosaleg sjálfsálit og svona örlítil einfeldni sem að fylgir eins og til dæmis einkenni stjórnmálamenn. Ertu þá hættur í Sturlungu? Nú hef ég lokið þessu verkefni. Ég á erfitt með að ímynda mér að ég fara á þessar slóðir aftur. Ég held ég hafi byrjað árið, það eru 12-13 ár síðan sem ég hef haft þetta sem svona aðalstarf. Og sumuleyti ég fann að þekkja fólkið sem þá var uppi betur heldur en fólki í kringum mig. Það er ágætt að fara að líta á það á nýjan leik.